Ok, nú ætla ég sagt að sýna ykkur hvernig maður stofnar svona Google account. Það sem ég gerir meira að fara inn á Google og þar þarf ég að fara inn til að finna sem sagt búa til nýja account. Nú ég með account en ég ætla að búa til nýja. Þannig að ég segir hérna að ég ætla að búa til að sign up. Það hérna, ég bý til nýja aðgangsorð og það sem ég gera það að setja nafnið mitt hérna. Og svo ætla ég að búa til eitthvað. Til dæmis hérna. Þetta sem sagt notendanafnið mitt, það alltaf einhver orð pluss gmail.com og það aðast við sjálfkrafa. Svo ætla ég að búa til lykilorð og ég nota bara lykilorð mótanefnd og ég þarf að gefa það aftur. Og svo setja ég inn fæðingardaga mín. 1959 og ég kona og símanúmerið 6957718. Það má nota það til að ef maður vantar lykilorð til dæmis, búin að gleyma því að þarf að gera eitthvað annað inn á Google. Svo setja ég annan heimilisfang inn, netfang, það mjög gott. Og svo setja ég hérna þetta sem stendur hérna Albert F og F. Stundum þarf að setja þetta í nokkuð sinnum svo þetta gangi upp. Og svo ætla ég að fara í næsta. Þetta vandar T. Svona. Þá fer ég í næsta step, næsta skref. Og svo get ég sett inn hérna fótó eða mynd, en ég kannski ætla að breyta bara. Ég ætla ekki að gefa það strax. Svo segi ég bara next step. Og það næsta skref. Og nú ég búin að búa til sem sagt nýtt account sem ég ætla að nota bara með mótanefnd. Og nú ætla ég að fara inn í það sem ég kalla iGoogle. Þetta bara eitthvað hérna svæði, þetta mitt Google svæði. Og hérna uppi í bannerinn svona ýmsa möguleika. Þarna getur maður skoða myndir og kort og maður getur spilað og maður getur fyrir inn á YouTube. En svo getur maður fara hérna inn á það sem ég kalla Documents. Ég íti hérna Documents. Þá opna ég sem sagt hérna mögulega á því að búa til hérna skjal sem við getum notað fyrir fundagerðir og til þess að vinnuplögg og ýmsa annað. Hérna get ég skrifa inn því að þetta opnast bara sem inn. Hérna get ég kalla þetta fundagerð eða verkaskipting. Og það sem ég get gert nefnilega þegar þið eru komið með Google account það að ég get leyft ykkur að deila. Og það sem ég gerir þá hérna niðri, þá set ég til dæmis, nú ég með annað Google account, bara svo ég get sé hvernig þetta virkar. Þá get ég deilt það með sjálfa mig. Það birtist að sagt þessu skjöl inn á hjá mér. Og það myndi þá líka gerast hjá ykkur. Hérna uppi get ég skrifa verkaskipting. Og ég get gert OK. Síðan get ég lokað. Hérna, þetta uppfærist alltaf sjálfkrafa. Nú vil ég kannski búið til eitthvað nýtt skjal. Og því sjá, hérna skjalið. Ef maður vill, þá geta maður sem sagt
hlaða þetta MyDrive niður á tölvunni og þá getur maður synkronisera, þetta virkar svona eins og iPod og Mac-tölvu, að maður geta uppfært all skrá sem maður að vinna með inni á þessu. En svona virkar þetta sagt, svo vil ég kannski fara út úr þessu. Og ég get farið inn á ég get búið til nýtt skjal. Ég get þá kallað þetta fundargerðir. Og það uppfærist alveg strax. Hérna inni geta allir verið að vinna á sama tíma, þannig allir sem ég deili skjalið með hafa þá aðgang að skjalinu. Og það er nefnilega það sem er svolítið sniðugt við þetta. Nú veit ég ekki alveg okkur það kemur upp að ég hafi ekki alveg og ég hafi ekki meira inneggt sko. En nú get ég svo sagt deilt þetta skjal með allir sem hafa linkinn og þá get ég jafnvel látið fleirir taka þátt í að sjá hvað sem er innan. Þannig að ef ég kannski er að búa til eitthvað plagg sem ég vill að stjórn í DSI er að fá að sjá, þá get ég sendið bara linkinn, þá þeir ekkert að gera neitt viðhengi með neitt skjal. En svona virkar þetta sem sagt.